velkomin í að norðan. Nú erum við stödd upp á skíðasvæði á Húsavík og ég með hann Kjartan sem veit allt svæðið. En það er rosa lítill snjór þannig að þetta virkar ekki neitt. En áfram gakk. Mér langar aðeins að vita bara að nú eruð þið búin að færa skíðasvæðið frá Húsavík. Hvernig tók fólk í það? Sko við getum sagt upp að það hafi verið umdeilt. Þetta var skíðamenningin á Húsavík þannig að krakkarnir komið framandi með skíðin á bakinu í skólann og löbbuðu síðan bara í skíðabrekkuna sem var hliðin á skólann, svo gott að segja. Þannig að það var auðvitað umdeilt, en gallinn í skíðabrekkuna niðri í bæ var að það var snjóleysi, eins og við sjáum í dag, þá förum við ekki á skíði í dag. Nei, og við erum upp í fjalli, lengst upp á heiði. Þannig að opnadagar kannski niður í bæ voru svona 0 til 10, getum við sagt, á vetri. En við erum búin að ná við getum sagt svona 50 dögum pluss hvern einasta vetur. En þið sjáuð meira fyrir ykkur heldur en bara skíði, ekki sagt á þessu svæði? Jú, maður þarf að tala um heilsárs útivistarsvæði. Ég segi alltaf skíðasvæði, en ég þarf að breyta heilsárs útivistarsvæði. Þegar skíðasvæði landsins almennt eru að horfa á þetta sem útivistarsvæði fyrir göngu og síðan koma náttúrulega hjólinn inn. Og getur svona sem dæmi sem fyrir sunnan í Skálafelli. Það eru þeir oft með opið fleiri daga á ári í bikeparkinu sinni í hjólagarðinum heldur en fyrir skíði. Og eins og á Hlíðarfjalli þá eru menn farin að horfa möguleika með fyrir fjallahjólamennskuna sem er algjör sprengja og menn sá ekkert fyrir held ég bara fyrir 10 árum síðan. Þannig að við erum að vinna að skipulagi á svæðinu og viljum þá sjá alla möguleika í stöðunni. En hvað sjáum við meira? Því að þetta svæði, þetta er risastórt svæði og býður upp á marga möguleika. Hver eru hugmyndirnar og pælingarnar á bak við þetta? Við erum að skipuleggja svæði með amerísku fyrirtæki sem heitir SA Group og hafa skipulagt nokkur skíðasvæði hérna á landinu. Og við erum í rauninni að skoða í skíðalyftur, horfskíðalyftur, hvar þær getur verið og hvar skáli eða annað getur verið. Við erum með göngusvæði hérna fyrir neðan okkur og meiri sem þegar lögðum á stað þá erum við að horfa í möguleika fyrir ístöld fyrir hestamenn. Þannig að við reyndum bara að hafa vinkilinn rosalega breiðan. En útkoman af þessu verður vonandi bara eitthvað skipulag sem er þá til og hvort við förum í það eftir 10 ár eða 5 eða 20 eða 30, það eru bara komið ljós. En við vildum allan að vinna þetta svona frá grunni og hafa einhverja stefnu til framtíðar. En af því þú segir að heimamenn tóku svona frekar kannski erfiðlega í þetta fyrst, að þetta er partur af sögu Húsvíkinga og kannski svona seitur í hjartastað einhvern veginn. Hvernig finnst þér þetta hafa breyst? Hvernig finnst þér samfélagið hafa tekið þetta núna eftir þessi 3 ár? Mín tilfinning er bara mjög vel. Og það vann alveg klárlega með okkur að skíðahefðin og vetraríþróttahefðin, hún er mjög sterk hérna. Þannig að eins og ég sagði, þessa fáu daga sem voru opið niður í Skálamel, sem er gamla brekkan, þá mætti allir bara í gömlu Rossignol-skíðinu sínum, þó þau verið 20 ára gömul. Fólk mætti bara skíði. Og þegar við flytjum lyftunni upp þá eru bara allir klárir. Bara fullorðna fólki kann skíði. Eins og við vitum með skíðamennskuna, þá er það svo mikið fjölskyldusport. Fjölskyldan við saman upp í fjall. Og þannig að ég held að sé komið sátt þetta og það vann klárlega með okkur og vinnur ennþá með okkur hvað hefðin og menningin er sterk. Jú, heimamenn koma, en hvað með alla hina? Veit fólk af þessu? Nei, við höfum farið mjög rólega að auglýsa þetta. En það er kannski svona bráðum gert með að við finnum bara taktinn og við lentum í svona pínu lyftu erfiðleikum fyrsta veturinn. Bara gekk illa og svo bara að færa hann á nýjan stað. Það er allt komið fyrir vind. Já, hvað var vissinni? Hún bara sjálfur sem gekk illa, sló oft út og eins og gerir með þessa græjur. Það eru nú ég man ekki hvað árgerð hún er, ekki frá 1970. Já, ok. En hún gengur bara vel núna en við höfum lítið keyrt á að auglýsa þetta, nema kannski yfir páskatímana þá hafa undanfarin ár verið gönguskíðanámskeið sem að Fosshotel hefur haldið utan um. Og þá erum við rauninni bara að viðseg, en þá fyllist hótelið af gönguskíðafólki. Og það held ég seljist bara upp nánast samstundis sem það er auglýst. Þá mæta allir á gönguskíðinu á svæðinu fyrir neðan okkur. Og það sem er svo skemmtilegt við þetta svæði
það hvernig við snúum, að við fáum þá sólina yfir okkur hérna fyrir aftan okkur, að semst, yfir háveturinn þá erum við í sól og blíðu, hérna með sólglerun uppi og það er kannski sérstæða þessa svæðis. Ég held að þetta sé eina svæði hérna á landinu sem að getur skartaða því að vera í vetrasólinni yfir allan opnunartíma. Hún hverfur ekki á bakvið fjöllin hérna. Og útsýni hérna ofan af efstu brekkunni þá sér maður alveg alla leið út í Grímsey á góðum dögum. Já, þetta er gríðarlega fallegt svæði hérna. En hvað finnst þér svona persónulega, hvað ert þú spenntastu fyrir? Ég er bara eins og staðið núna spenntastu fyrir að sjá hvaða möguleika höfum og við getum lagt það einhvern veginn fyrir okkur og hvenær svo sem framkvæmdin verður unnin. Mér finnst það það bara kemur og hefur að hafa sinn gang og sinn tíma. Þetta eru náttúrulega dýr mannvirki og ekkert sjálfgefið að lítið sveitarfélag eins og við búum fari í svona uppbyggingu. Þannig ég er svona spenntastu fyrir að sjá heildaruppbyggingun og heildarsýnina. Að horfa á þetta með þessari víðu gleraugum og víðu lensu að þetta sé útivistarsvæði sem að getur er hægt að sækja jafnt sumar sem vetur.